Stofnfundur samstarfsverkefnisins EIMS verður haldinn í menningarhúsinu Hofi á Akureyri á fimmtudaginn. Markmið verkefnisins að stuðla að aukinni sjálfbærni samfélaga á Norðausturlandi með bættri nýtingu auðlinda og aukinni þekkingu á samspili samfélags, umhverfis auðlinda og efnahags. Verkefninu ætlað að styðja við nýsköpunar og rannsóknarstarfsemi á svæðinu, auka meðvitund almennings og fyrirtækja á málaflokknum og leiða að borðinu fyrirtæki, vísindamenn og aðra starfsemi sem fallað markmiðum verkefnisins. Að baki þess standa Landsvirkjun, Norðurorka, Orkuveita Húsavíkur og Eyþing sem eru samtök sveitarfélaga í Eyjafirði og Þingeyjarsýslum. Verkefnið til 3 ára og hafa bakhjarlar þess lagt verkefninu til stofnframlag upp á 100 milljónir króna. Auk bakhjarla hafa íslenski jarðvarmaklasinn og íslenski ferðaklasinn aðild að verkefninu. Þið eruð greinilega að hugsa þó nokkuð stórt, setið bara stofnframlag, það eru 100 milljónir króna. Já, og ég held að það með sannir segja að þetta sé dálítið sérstakt og ánægilegt að fyrirtækin og samfélagin hérna fyrir norðan taki höndum saman og setji á laggirnar þetta verkefni sem við vonum að náum að sigrast á þessum markmiðum sem við höfum sett fram varðandi meiri nýsköpun í sjálfbærni á svæðinu og með sérstaka áherslu svona á samspil auðlinda, orku, umhverfis og ferðaþjónustu hérna á svæðinu. Undirbúningsvinnan, hefur hún staðið lengi yfir? Hún búin að standa núna í nokkra mánuði og ég hef nú grun að svona hjá þessum aðilum sem koma að verkefni, svona hlutar verkefnisins hafi verið gerðin töluvert lengi. En þetta hefur komið núna saman á síðustu vikum og mánuðum og stofnfundurinn fyrirhugaður á fimmtudaginn næsta. En þegar verið að tala aukna sjálfbærni, hvað átt við í raun og veru? Þetta náttúrulega dálítið flókið mál, þetta hugtak sjálfbærni og það sem við kannski viljum frekar einmitt fókusera á að við viljum ýta undir nýsköpun og ýta undir sannarlega sjálfbærni í því ljósi að nýta þá orku og auðlindastrauma sem hér að finna á sem skynsamlegastan máta og þannig að við séum ekki að eyða umfram það sem við eigum í þeim efnum. Og við teljum að með svona verkefni þegar margir aðilar koma saman að við getum bæði aukið verðmætasköpun hérna á svæðinu og ekki síst hugað sérstaklega vel að umhverfinu og samspili þess við ferðaþjónustu. Skynjar þú það að það sé að eiga sér stað svona ákveðin hugarfarsbreyting bæði þá hjá bara almenningi og svo líka atvinnulífinu? Já, ég held að þetta sé búið að vera að gerast í töluverðan tíma og þetta kannski verkefni að hluta til einmitt afsprengi þess að horfa í fleiri möguleika á nýtingu auðlindastraumana. Við erum rík af þeim hér á Norðurlandi og núna auðvitað þessi stóra uppbygging í gangi í Þingeyjarsýslum upp á Þeistareykjum og afsprengi þess verkefni á Bakka og fjölnýting jarðvarmans eitthvað sem við viljum gera á skynsaman hátt og draga sem flesta og fjölbreyttasta aðila að því borði. Þegar þið eru svona að kortleggja möguleikana sem þið sjáið, það eru margir til dæmis sem að tala nauðsyn þess að rafbílarnir að þeir noti orku sem framleidd á svæðinu? Já, ég held að það sé einmitt góður punktur og sannarlega möguleikar í því. Meira að segja ferðaþjónustufyrirtæki eru farin að nýta hreina orku og það held ég það sem við höfum að keyra á hreinni orku og það bara vonandi að við getum í kringum og með svona verkefni ýtt á það og stuðla að því að hér verði auðveldara að keyra á rafbílum til að mynda. Fyrirtæki í þínu bæ, Húsavík, þau tala mikið nauðsyn þess að keyra skip til dæmis á hreinni orku. Þetta að skipta miklu máli að geta flagga því að vera með hreina orku. Algjörlega. Og þarna þetta vitna í Norðursiglingu sem ákaflega spennandi fyrirtæki og þetta var mikið umleikis í fyrra hjá þeim að koma sínu seglskipi Opal á flot og búið að algjörlega slá í gegn og nú annar bátur skilst mér á leiðinni þar sem rafvæðingin hefur átt sér stað
og þetta við erum að upplifa nýja tíma, ný tækifæri í því sem snýra hreinni orku og nýtingu hennar á mismunandi máta og vonandi getum við ýtt undir það hérna á Eyþingssvæðinu öllu verði innan skamms tíma hægt að keyrum á rafbílum á þess að hugsa neitt sérstaklega út í það verði sjálfsagður hlutur. En sérðu fyrir þér að upp úr þessu verkefni þá verði til ný fyrirtæki? Já, það auðvitað það sem við erum að vona að við séum að opna á fleiri fyrirtæki og opna á fleiri möguleika hérna á svæðinu til þess að nýta þær auðlindir á skynsaman hátt sem við eigum hérna á svæðinu og til þess að svo megi verða þá held ég að einmitt svona verkefni þar sem að samstarf hins opinbera eða okkar sveitarfélagana og fyrirtækja eins og Landsvirkjunar og orkufyrirtækjanna hérna á svæðinu sé lykilatriði og ég fagna svona þessum góða samhljómi sem við höfum náð allavega hérna í tengslum við þetta verkefni og ég vona innilega þetta eftir að stuðla meiri verðmætaaukningu hér á svæðinu hjá okkur. En að nýta orkuna betur, það líka talað nauðsyn þess að virkja bæjarlækinn til dæmis. Myndi það falla undir ykkar verksvið? Já, ég held að við þurfum að horfa í bæði því stóra og því smáa og öll skynsamleg nýting á því sem við erum að ná upp úr jörðinu með einhverjum hætti og ég held að þeir sem hafa kynnt sér til að mynda auðlindagarðinn á Reykjanesinu sjá hversu fjölþætt tækifæri myndast við það að fara inn á svona svæði og ég held að það sé líka okkar skylda. Það svona það að sóa ekki verðmætum og mér finnst það áhugaverð nálgun eins og þar hefur verið byggð upp og við ættum að mínum mati að byggja upp hér að horfa ekki bara í gufuna eða eitthvað annað, það fjölmargt annað sem kemur upp á sama tíma sem hægt að nýta. Kristján segir stefnt að því að framkvæmdastjóri verði ráðinn á næstu vikum. Verkefnið eins og fyrr segir til 3 ára.